Virkaði þetta ekki? Svona. Eftir uppfærsluna í R12 þá breyttist aðeins hjá okkur, þannig að innheimtan, eins og við vissum hvernig hún var, eins og hún var í R11, var inn í AR, en nú er hún orðin svona hálfgerður kerfisluti innan AR, alveg sér. Og vextinir, þetta er nú alveg að, það er svo íþróttálfurinn í Landafræði. Þannig að við skulum bara reyna að hætta að spá í þessa tæknilega örðuleika. Hérna sjáum þið að vextinir eru ekki lengur inn í keyrslu sem að við kemur eitthvað endilega innheimtu bréfunum. Við getum farið bara hérna inn í vextir og ýtt á mynda vexti. Og þá opnast svona keyrsluglugi. Við förum í vaxtamyndun. Fáum upp þennan hér glugga. Mjög mikilvægt er að þegar við erum að fara að keyra þessa keyrslu að við skoðum hvaða dagsetningar við erum með inni. Bókunardagsetning og vaxtadagsetning. Því allt sem við gerum hér, og sérstaklega við breytum hérna hamur, uppkast í endalegt, það er fast inni, sem þýðir við getum ekki bakkað neitt. Þá erum við kannski búin að reikna vexti út árið og það er ekkert hægt að breyta því. Kannski í júní, það viljum við nú ekki. Þannig að muna það að hafa dagsetningarna svolítið bakveirað. Eins og ég var að segja, passa þarna. Og það er mjög gott líka bara að venja sig á það að taka uppkast. Þannig að þið getið bara skoðað hvað er inn í keyslunni. Hún lítur svona út. Hún ætla að búa að blura, hún lítur kannski ekki alveg svona út, en mjög svipað. Þegar við erum búin að keyra keysluna, þá förum við inn í, það heitir hérna, bunka hvað heitir það? Bunka viðhald. Þetta er svo vel þýtt sumt. Þannig að þegar við erum komin hérna inn, þá ýtum við á F11 og Ctrl F11 og fáum upp þá bunka sem við erum búin að keyra. Og með því að fara í skoða skjalið, þá getum við séð alla færsluna sem er inn í bunkan sem við erum með og ætlum að vinna með. Síðan förum við hérna áfram. Svona lítur það út. Hérna er bunkin sem við erum búin að keyra. Hann er komið með stöðuna tilbúið. Það er ekki hérna búið að loka sig. Það er ennþá hérna uppkast á honum. Þannig að við förum bara að vinna með hann, eins og ég sagði áðan. Það getið þið farið inn í skoða skjal. Og þegar þið farið þar inn, þá koma allar línunar sem við erum að vaxtareikna. Og við getum exað út og eitt þeim sem við ætlum ekki að keyra. Með rauða krossinum þarna upp í myndinni. Þetta er svo gaman, að labba svona fram og tilbaka. Og þá förum við breytum hamnum í endalegt og förum í að mynda. Og þá kemur vista breytingar, við segjum já. Og þá keyrir hún á stað og breytir bunkanum í flutt. Þá erum við búin að keyra vaxtakeysluna. Og svona endalegt. Þeir viðskiptamenn sem eru skilgreindir inn í þessar vaxtakeyslu eru þá búin að skila sér þarna inn. Ef að viðskiptamenn eru ekki með vexti á sér, þá þurfum við að skilgreina það sérstaklega á viðskiptamannaspjaldinu. Enn og aftur viðskiptamannaspjaldi. Þetta er mjög skemmtilegt spjald. Við getum farið hérna í, skoða. Þá sjáum við þá sem eru komnir inn, hverju voru að fá þessi vexti. Og ef við förum neðar í línur, þá getum við farið alveg niður á línunar. Hvað það er, þá fáum við númer á reikningnum og hvenær gjalddaginn var og hvað við erum búin að vera að drátta vaxtakeyra. Er ekki allir með þetta? Nei, jú. Innheimta. Þetta er svolítið sem er búið að vera kannski aðeins að bíða eftir. Við erum búin að vera að pröfa og gera voða fínt. En það er sem sagt í þessum glugga, ef ég fer í innheimta og svo aftur í innheimta, þá er komið svona umhverfi sem að maður getur skráð allar sögur og allt þetta sem við kemur hérna viðskiptamanninum. All samtöl og alla hluti. Við förum í vasaljósið og getum kallað upp hvort hérna
fyrirtæki eða einstakling með því að velja hérna í Customer by. Og þetta það nýtt að það ekki eins og búið að þýða. Þið takið kannski eftir, það ekki íslenska. Það ekki eftir ég gleymd að stilla á milli, það bara því það ekki búið að þýða þetta. Og setið inn og ítið á leita. Og þá fáum við, eins og ég setti í þetta tilfelli, bara trygg og prósentu. Og þá fékk ég þá viðskiptamenn sem eru þar. Smellti þarna á einhvern og sagði OK. Og fæ þá upp svona, í raun og veru byrjunarspjald. Og í horninu hægra megin, þar sjáum þið allar hreyfingu sem er búin að eiga sér stað og hvenær var síðast borgað inn, hvaða reikningar sem eru gamlir, þannig að að gera, nota þetta. Í sögunni, þar koma fram innheimtubréfin. Og ef ég ætla að senda aftur innheimtubréfið, semst bara aftur, sem sagt, resend, gott orð, þá þarf ég bara að íta þennan takkaorði í dag. Innheimtubréfið til hér og ég íti bara á resend. Prenta aftur út. Og væntanlega verður þetta líka hægt að senda þetta í netfangi. Að prenta út og netfang. Hérna er hægt að sjá sem sagt, viðskiptamannin og með því að fara í Customer Standard viðskiptamannaspjaldið þá opnast viðskiptamannaspjaldið í vefmyndinni eins og í viðskiptamannum. Hérna, það rennur bara hratt yfir þetta. Hérna sjáðu reikningana, þarna er reikningur sem er ennþá opinn og þá kemur fram gjalddaginn á honum og númerið og upphæð. Hérna, þetta er svolítið sem þið getið notað. Þetta eru svona atriði sem að væri gott að punkta niður ef þú ert að hringjóta einhverju, ef þú þarft að ná í einhvern með einhver tengilið eða eitthvað, þá getur skráð það þarna inn. Og sjáðu það kemur dagsetning á atburðinu sem ég skráði inn og athugasemdin og hver skráði inn. Og hún er sýnilegt fyrir alla. Ef við erum 4 að vinna í innheimtunni, þá getum við séð hver það er sem var að tala síðast við eitthvað. Prenta innheimtubréf. Nú er ég alveg að reyna því. Þá förum við í skoða og keyslur og breytingin er líka núna að þú þarft að keyra þessa skýrslu áður en við búum til innheimtubréf. Þessi skýrsla, hún sækir og fyllir út í alla töflur áður en við keyrum þær. Þannig að þetta eru færibreytunum sem við þurfum að setja inn og keyra. Síðan förum við bara hérna í prentuð skjöl og senda innheimtubréf. Og þetta kemur stöðkeyrsla og hérna koma færibreytunar. Fyrst þegar við erum að byrja að keyra og til að skoða hvað úrtaki er, þá setja já í primary, af því það er draft eða uppkast, svo við sjáum hvað er inn í keyslunni. Og síðan þegar við erum búin að fara yfir, þá förum við aftur þarna inn, segjum já og þá keyrir hún aftur öll bréfin. Og þá líta bréfin út svona. Þetta er nýja innheimtubréfið. Það er fullt af nýjungum í það. Og það er komið þarna inn númer á reikningnum eins og það er í orra og svo er búið að bæta við dálk sem er kröfunúmer. Og það er hægt að staðla textan eftir hverju stofnun fyrir sig. Þið segið okkur bara hvað þið viljið hafa í textanum og við setjum það inn. Ok. Já. Heyrðu, þetta er bara detta inn. Detta inn, það er spurning hvort þetta verði jólagjöfin, sko. Þetta er allavega komið það langt. Það er Já, Gunnar ætlar að afhenda þetta á miðvikudaginn í næstu viku. Flott. Já, þetta er ekki hægt að fara bara beint inn og íta og keyra. Við þurfum að fá upplýsingar frá hverju stofnun fyrir sig, hvernig þeir vilja hafa þetta uppsett, hvaða texta þeir vilja hafa og þurfum að setja þetta upp fyrir hverja stofnun, sko. Já, við gerum. Ok. Heyrðu, þá bara þakka ég fyrir.